Gott kvöld. Nú hefst nýtt erindi í fræðslu erindaröð IRA. Það er Jón Atli, T2AC, sem heldur erindi kvöldsins. Jón Atli er stórmerkilegur og ég legg til að horfið á allir vel og vendilega. Hann er ekki búinn að hafa leyfið sitt í 1 ár. Ekki jafn lengi og þú. Jú. Það tækt hann. Er þetta ekki bara dómið líka? Þú komst ekki eftir leyfið bara í fyrra. Já. Og horfið hérna á Sveinbóð, nei ekki Sveinbóð, Ragnar? Guðjón. Guðjón, horfið hérna á hann því að hann er í sömu kategóri. En það sem er athyglisvert í Jón Atla er það að hann tók þátt í voruleikum IRA síðastliðið vor, það er nú bara örstuð síðan og stóð sín eindanum vel. Ég hugsa hann segja ykkur frá því öllu saman á eftir. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra hérna en bara að gefa hann orðið og verður velkomin. Takk fyrir. Það byrjaði að þetta aðeins mig. Ég er hérna vélstjóri. BS í vélarfræði, hann master í verkefnisstjórnun. Starfa er sjálfsagt starfandi og er að fást við rannsóknir og þróun. Ýmiss konar dót. Ég er að vinna mikið við handfriðina, fyrir hval og fleiri. Við komum til dæmis að við að mæla hitastig í jörðinni með ljósleiðarum þegar gósið var í Geldingadölum og í Grindavík. Tveggjaldlega það er. Leyfisbréf númer 515 sem er það mitt met. Ég á hæðsta leyfisnúmeri sem hefur fengið að standa hérna haldið fyrirhustur. Og henni gilið. Og fyrir mig að vera hér og tala við ykkur, það er svona hægnan að kenna ekkinu. Það er aðeins auðvitað sko. Af hverju er radioávandur? Sko, ég var bara í vandræði með loftnet. Ég er að reyka alltaf LoRa-kerfi sem að keyra á 868 megahertz. Þau eiga að drífa 7 km ish. Það bara var ekkert að ganga hérna. Þannig að ég var eitthvað að hlusta hvað þetta getur gert, hvernig þetta getur virkað og endaði bara óvart fann að það var fyrir námskeið. Þannig að ég ákvað bara að skella mér. Ég þekkti starfið hér ekki neitt, ég vissi ekki hvað rafhljómsveit var að gera. En ég hafði hugmynd hvað þetta er svakalega víðfeðmt áhuga. Slíkt sem að getur verið í þessu í 100 ára og enda að finna eitthvað nýtt þess að stúdera þessu. Og þetta vakti mikinn áhuga. Strax á námskeiðinu þannig að sjá bara hvernig HFI var að virka digital mótanir og annað og DX. Það fannst þetta bara æði sko. Ég lá á kvöldinu hérna SDR-unum sem eru online og hlusta og reyna að skilja eitthvað. Það fannst þetta bara æði. Svo hérna pappa F-ið fyrir svona lokalinn og keppnunar. Svo var bara ein kriterja sem ég hafði þegar ég byrjaði sko. Það var að kaupa frekar minna og betra og er ekki bundin við að vera endalega í sjakk. Það eina sem klikkaði að þetta minna, það gekk ekki eftir. Ég náði mér í ICOM IC 75 sem er hérna borðinu, QRP og með tuner og magnetic gluggu sem er hérna í glugganum. Ég fekk með Yaesu FTM 500 til þess að hafa í bílnum. Og einhver loftnet og dótt í það. Ég setti svo bara tengingar á lagarferð allt í bílnum. Þannig að bíllinn er eiginlega svona separur. Það var alltaf á planið. Þeim langur er móbæl. Það fyrsta sem ég vilja byrja að gera var bara F8. Þetta er hérna, en ég finnst þetta mjög góð leið til að tengja saman fræðin bylgjuútbreiðslu og hvernig í alvöru að gera. Sjá hvernig norðurljósin koma, sjá hvernig greilandinn kemur og þetta bara geðið. Þetta hérna, sem neðst þetta á suðbögunum, þau eru vitlaus. Þetta er einhver Bretar sem eru með vitlaustan locator. En lengsta sambandi er hingað. Þannig er rétt austan við Ástralíu. 15.000 kílómetrar og 10 vöttum. Þetta er geggjað sko. Og við erum svo heppin að geta haft þetta bara uppsett í vinnu, þetta er bara hliðinu mér og ég keyri bara... Var þetta ekki fanganýlunda? Kaledónía? Gæti alveg verið sko. Það er alltaf komin textu. Já, þetta er svona
þarna byrja ég og mjög, þú bara mæli með því að skoða F8 og F4. Þetta er svo gaman, þetta er svo myndrænt að sjá þegar greiðlaginn kemur og hvernig sambindin eru þegar norðurljósin koma og bara allt hverfur. Svo fór ég í Parksón IR, bóta. Það eru 116 svæði á Íslandi, bótasvæði. Þetta eru friðursvæði, þetta eru náttúruvætti, þjóðgarðar, fólksvangar, mjög mismunandi aðgengi, sumir til Kirtina, sumir til að ganga, sumir til að sigla og þetta eru svona næstum því öll friðlýstu svæðin í Íslandi. Surtsey er ekki þarna, mér finnst það mjög svekkjandi af því að ég komst þangað. Það getur náð því svona einn, veist enginn annar, en skiljanlega er ekki þarna. Og svo er ekki auðvitað peningar nokkur viðbót sem er ekki, sem aðgengi er bara ekki gáðilegt. Það eru 36 svæði á höfuðborgarsvæðinu. Það er bara 55 af þessum 116 verið virkir og langflesta útlendinga. Fyrsta TF-virkinin var gerð 14. ágúst. Ég held að ég ekki fundi aðra, ég held að ég hana. Og þeirra held ég líka bara 2 virkjanir, tvö kallum með virkjanir í Íslandi. Það er ég og Hrafnfjall, T3 AR. 2 eða ekki. Já, held að. Já. Allar tíðnir eru leiðilegar, allar mótanir leiðilegar eftir þeim reglum sem gilda. Ég á virki fyrir 14. ágúst, sko. Er það? Já. Ok, ég fann hann ekki, það var svona. Já, ég mæli með þetta er ógeðslega gaman. Það er ekki mikið fyrir það. Það var í sumar. Ok. Þetta eru svæðina bara höfuðborgarsvæðinu. Þú sjá allar punktana hérna. Þeir erum allir. Það er bara hérna rétt hjá okkur, hérna niður í Nauthólsvík til dæmis. Þar er hérna punktur og allir, þú har virkjað með þessu. Nei. Hvað heitir þetta? Eitthvað bakkar. Já. Fossvogsbakkar. Já, ég hef ekki virkað þá. En já, þeir eru svo hérna. Já. Það var einhvern á Íslandi í dag að virkja nokkra. Sem fá svona meldingu síman þegar ég gerir þetta. Við ættum að reyna að taka meira af þessu. Við getum ekki eftirlátið þeim okkur. Af hverju bóta? Oft auðvelt að fara ánga, stutt að fara, stundum ekki. Þetta er áskorun, þú ætti að vera með, við ætti að vera portugúl og það fara með allt dótið á staðinn. Þú mátt nota handstöð, þú mátt nota endvarpa sem eru hærra heldur en 100 km broti. Þannig allir gerðmyndir lifir. Og það ert hérna 10 sambönd til að það teljist virkjun. Stundum getur maður bara farið að setja eftir allt í gang og fengið sér kaffi, sko. Hvernig tekum við þátt? Bóta.app, þar er síðan sem þetta er að finna. Skráið þar, lokkar inn, finnið stað, kemur fyrir spottari til að vita að þú ert að fara þangað. Það byrja þeir sem er að henda, leita þau uppi. Og svo bara hefur sambönd, lokkar þau og skilur málum. Þetta er alls ekki flókið. Ef þú ferð á bíl, það er að fara úr honum og vera ótengdur honum? Nei, máttu ekki. Máttu við honum? Eina reglan er að allt sem að þú notar þarf að vera innan markaðan garðins. Já. Og já, það er eina. En þú mátt vera inn í bílinn eða inn í húsi eða hvað sem er. Svo voru það rækjuleikarnir. Og þeir eru vorleikar, sumarleikar, útileikar. Og ef það var einhvern tímann séns að bakka út úr þessu, þá var það engu strax í fyrstu leikunum. Þetta var ógeðslega gaman. Mæli verulega, þetta er stuð, þetta er mjög gaman. Ég var með nokkuð flugðar á Lofnett, 58 stöðum. Ég var með háa stöðuna, tók hann með, en það gekk ekkert með hana, ég vissi ekkert þannig. Ég var með endafættan hálfbryggju Lofnett. Það er bara virkar ekki raskat í, ekki neitt í svona innanlands. Fínt út en ekkert inn.
Þetta er einu sem ég náði 2 samböndum þegar voru næstu í liðum. Og af þessum böndum, 86 metrum, 4 metrum, 2 metrum, 70 cm og 23 cm, þá var ég bara á 2 og 70 svo til. Þannig að maður sá það strax að eina leiðin til að ná einhverjum árangri var að safna markmyndum. Hver fjörustæður reykvíkja markmyndara, hann gerir hverja tíðinni. Þannig að ef þú getur verið á mörgum tíðum, þá getur maður markmyndurum. Ég gaf það ekki. Og svo er bara stiginn. Það er stig fyrir lengdina milli stöðum. Og svo er þau lögð saman og svo markvöldu með fjölda markvöldu. Hvað fórstu við það? Það var svakalega mikið. Það er bara ansið við. Nú kom það. Þetta er fjörustæðarreitinn sinna við. Ég byrjaði við námina í Landeyja, Keri Hauka á fyrsteinum, fyrir ofan hérna Sellandsfoss. Ég var þar fram undir miðnætti, kerði þá upp á Laugavatn, þar sem var Suðurpóstan, var þar í nóttina, kerði síðan upp á Búrfellsvirkjun og það er upp á Undaksmannvirkjun og náði saman þar. Þá náði ég að virkja IP04. Þegar það var búið þá kerði ég í gegnum Selfoss og Reykjanesi og stoppaði hérna við Reykjanesvirkjun. Það var þar smá stund og náði að virkja þannig þar, fór svo upp á Garð, keyrði síðan þaðan gegnum Reykjavík, Vesturlandið, upp á Snæfellsnes og upp á Fróðárheiði. Og það komið þangað sem eitthvað 6-7 minnum kvöldi og hann kom bara að gista þar, sá bara bílnum. Sem var bara mjög fínt, nema það var saltáþoka og það var rigning og ég var svo nálægt masturinn sem þar. Þegar droparnir var að fjúka af masturinn og lenda á bílnum, þá var það bara svo handsprengjur. Ég vaknaði alltaf við droparna svo lenda. En ég hefði eitthvað færa bílinn, það hefði verið álega. Tók morgunvaktina þar, fór síðan út á Dagverjanes sem er eitthvað alveg nyrst. Öndverðarnes, er ekki Öndverðarnes? Öndverðarnes, já, Öndverðarnes, brúan Svörtuloft. Ég veit af þar, eða? Já. Ok. Og þar náði ég sambandi. Og það er, ef við komum að það vegun allir svona hæðum og hólum, þá er þetta svona að keyra svona bakka fram og tilbaka og þau fann rétta hallan á loftnetinu til að ná speglinni. Þannig að það tók svona tíma sko, en það tókst. Þegar það komið, þá fór ég yfir á Stykkishólm. Rétt áður en komið að Stykkishólmi, þar fann ég svona fín svæði, fín pláss. Keyrði það bíl og það var stór malar hrúðar og það aftur keyrði ég upp í hana til þess að halla loftnetinu rétt til að ná speglinni yfir Reykjanes. Nei, Snæfellsnes. Og það tókst líka. Það var svona nokkur skemmtileg sambönd. Þetta eru 70 cm böndin. Þessi eftirmyndunastöðu þau náði Óskari TF3OH. Það var hann í Reykjavík, ég fyrir á Sellandsfoss. 115 km minni mig, maður held hann. Það er ekki alveg Búrfellið? Nei, það var beint. Þetta var beinsambönd. Alltaf 145 eða? Nei, þetta var 70 cm. Ok. Og hann með, veist, bara beint handstöð. Það var frá Fróðárheiði? Nei, ég var hérna. Við Sellandsfoss. Já. Í námunni? Hann var bara að heiðinni. Þetta er SSB talið. Nei, þetta er FM. Þetta er FM, ekki FM. Hver var á Fróðárheiði? Þar náði ég Georg. TF3 GZ, Georg. Ég var nefnilega, þetta er fyrsta morgunin fór ég þangað, svo fór ég hérna, alltaf ég var að norða á Barðarstönd eins og Andrés, en það var hálfgeð því við ferð. Þetta gengur ekki alltaf, sko. En við hvernig náður það á Barðarstöndinni? Andrés, já. Þetta var því sambandi, sko. Þarna gerist þetta líka, sko. Þetta er mjúið frá veginum, þessi hjá hann. Bara beint í fjöll. Stefnan þarna sem er búið að kalla. Já, Andrés er hérna bara sem hinum en þessi tikið norður og yfir fjöllin og náðu saman á 70 cm, náðu ekki á 2. Það fengur ekki til samanbrót. Stundum eitthvað svona. En þetta er með 8 reitir og hérna í einu leikum.
Það er búið að halda þess að leika 17 sinnum síðan 2017. Ég held að það er aldrei netið ekki fleiri en 6. Ok. Það er engin tekið nú margar reytir. Það er Svona komið ofta svona 19. stóri reytir sko. Svo, nú ætla ég að koma endvarpi til norðan. Já. Það er að, EP 05, 15, 06 og 16, þeir getur alveg auðvitað opnað, sko. Getur breytt leiknum gríðarlega í sumar. Já. Þannig að það ætti að vera auðvitað þetta með, sko. Það er að þetta er að ferða svo mikið. Ég Og fór það er rétt tíma til að rúmlega opna. 1000 km. Og það hafa tíma til okkur eitthvað. Já. En þú stílar Tíminn það að þurfa ekki að... mér, svo í uppsetningu væri 0. Já, þú stílar upp á að þurfa ekki að eiga tími að setja. Það er góð strategið líka. Ég hef bara búin að lesa sögur sem var búin að byrta í blöðum einhverju að það var að eyða 3-4 tímum og setja upp það ennum og ok, útverðum þetta þarf að fara, það er betur að ferðast. En mann líka að ég var á mörgum stöðum, hvort það var 18 eða 19 staðir sem að ég ábyrgðaði frá. Já, við blandað saman ferðast og aðeins fleiri böndur, ekki endur öllum. Já. Þá er það verið til góð leið til að vinna leikin. Já. Það er ekki endan markmið að vinna, sko. En þetta er bara speglun, sko, þú verður að þarna. Já. Já, Þetta er bara það er kornbróð, sko. Já. Ég bara, ekkert mál þannig. En þetta var svona fyrsta skipti sem að, ég leiti með Dín Norður fyrir náðanum og bara, nei, anskoti, hvernig var þetta hægt? Getur verið að netið, þú verður með samanletið fyrir hvort ekki, að það sé hendur að fyrir skilju, þetta með þú náttúrulega fyrir. Það hætti ekki vera, sko. Er ekki bara eitthvað brotinu sem hendur fyrir þessar tíni? Jú, það er bara 70 cm. Já, það er þetta, gerir ég ekki Það er auðvitað að brjóta á 70 cm. Þetta er brotnið betur eða meira af svona eggjum. Já. Frekar sér þetta þessu nákvæmlega þessu broti. Hendur það í læginu eða eitthvað fyrir tínuna. Hefur mælt netið, hefur tekið staflið, hefur mælt það? Nei, ég mældi það ekki. Nei, Það bara sínvirkaði það, svo breytið það. ok. Þetta er svo 20 metra bundin, söndin. En ég finnst þetta 70 cm miklu svona heila meira áhugaður, sko, því að sérstaklega handstöðarnar og... Það var Andrés komin út á Rauðarsand, eða? Þetta er svona Keflavíkurbjargi. Já, já. Þetta er 300 metra hæð, ekki að skipti miklu máli, sko. Og það hafa verið 100 vött og sennilega 5 element að greiða. Svona á lóðrétt. Fólurinn. Já. Í sumarleikunum þá var ég í útilegu í Reykholti, tjaldsalinn þar. Það er eiginlega bara svona hóla. Það náðist bara eiginlega ekki neitt. Og hins vegar náði ég á sunnudegi eftir að koma heim og ákvað ég strímaðist á náðan Reykjaneskrossin. Og það er svona kannski auðveldasta leiðin til að ná einhverjum áhugurum. Það eru krossir þetta. Og þetta er stutt að fara. Þetta er klukkutíma rúndur og náðum 4 reynd. Og ertu upp í Vaskardinu eða eitthvað? Þetta er hérna, í Vaskar, nei. Þetta er í raun og veru, ef þú keyrir Krísjökulveginn, Já. þetta getur verið mjög langt fyrir Hafnarfirði, þá dettur ég mörgin og búinn að krossa yfir Reykjum. En ég fór hérna, keyrði Reykjanesbrautana og fór hringinn, þannig hérna, mann hvað heitir? Vatnsleysubrautina. Keyrði hana. Við fundum þar. Já, það er mitt, nákvæmlega. Og hérna, þar náði ég þessum 5 reytum og svo tók ég bara Krísjökulveginn þegar maður kom í Hýrðarinn. Þetta munar mjög miklu versus það að vera bara heim. Þannig að þú opnir þetta mestar bara það að fara með handstöð og ná nokkur margundum og breytir öllu. Það er einu bandi, sami rúndurinn. Já. Það finnir ekki vann. Og svona markmiði fyrir næsta ár, mig langar að vera 100 markmiða, en samt fyrir Portugal. Þannig ég er búinn að bygga hann, þannig að þetta er komið. Ég er búinn að ná mér í jaka fyrir 2,70. Ég vantar jaka fyrir 16 metra. Ég er búinn með 80 metra vertical loftnet.
Hvað var netundum komið? Kúskraft. Nei, við keyptum hérna á, hvað heitir, flómarkan hérna. Keyptum hann hérna. Og við mældi það með flóta mælum mínum. Og það kom svo vel út og svo ánægð með þetta. Það sem hann smíðaði? Nei, þetta er ekki kúskraft, bara með þetta. Ég mældi þetta var svo gott, þetta var bara eiginlega var gott þess að. Ég bara ekki annað, fór heim, en ekki svona kvöldi eitthvað svona, þetta var gott. Það getur eiginlega ekki verið svona. Ég mældi daginn eftir, það var bara eins, ég breytti í því eitthvað aðeins og mældi, það var nákvæmlega eins. Og bara tók ég alltaf sambandi og mældi, mældi ekki neitt og það var nákvæmlega eins. Þannig að Það var eitthvað styrktu mæli. það var bara ónur. Fínu. Fínu mæli, svo keypti ég Vimo, þannig að núna ég senda bara í vindinni til Vimo. Já, vaffina sem þú byrjaði þarna. Ég ætla að læra morse fyrir því og ég ætla að ná 10-6 grámingu. Við komum 64 svæði, 10 er ekki staðfest, Hvernig gengur Gunnar? þannig gengur áveitlega. Það er ekki komið svona, þannig að við erum svona allir í þetta. Þannig að það verður ekki komið aðstæð til loft með þetta. Nei. En það kemur námsbúin. Og svo reyðum við þarna og ég fann þetta ljóta þingi hérna hinum meginn er kalstöð. 10 cm löng, 3 cm á breitt eða eitthvað og hægt að stýra með Raspberry Pi. En þetta er ektalega reyðum. 4 vött og 1 watt, þannig að maður getur skipta milli bara í prógramum. Þannig að þetta er það sem ég ætla að reyna að ná að gera á næsta ári. Ég ákvað að setja ekki inn að vinna leikana en það er ekki markmið að vinna en ég ætla að taka það að gera betur. Svona aðeins og lokum, þetta orð Elmer sem ég sá bara fyrst í dag. Elmer er nafn á ham sem hjálpar öðrum amateurum að byrja í radíótækjunum. Og okkar Elmer er Rakel. Takk hérlega fyrir það sem hún gerir fyrir. Hann stofnaði svona Facebook-grúpu, safnaði okkur saman þar og þar eru búin að vera að tala saman og finna út og alltaf með hann að kantið, við höfum spurt hann og það er eiginlega bara breytið. Takk hérlega fyrir. Ég er alveg ótrúlega hvað hann er þjálfumóður. Já, nákvæmlega. Og ákveði að taka með stöðunum mína og lofnum til þetta og henda kannski bara, ég veit ekki til þess að sé fleiri að nota Apple-vélar í það en stýr öllu gegn Apple-vélinni og þetta er forrið sem ég keypti sem er bara gert fyrir reynda pultastöðum og núna er stilt ekki á það og þetta er það sem er að við erum að sjá það er nei, ég kannski ekki við erum ekki séð þetta korti hvað þetta eru og alltaf vestur Það er allt í vestur. Allt í vestur. Þessi rúkuna virkar með flestum high-comma-stöðum og einhverjum fleiri líka sko. Hvað er þetta búið? SDR Control? Já, SDR. Er þetta SDR afmótari eða er þetta bara viðmót á stöðina? Þetta er bara viðmót. Já, þetta er ekki að nota bara IQ-ströyminn frá stöðinu og afmóta? Já, ok. Ég veit það ekki. Ég er búinn að prófa forritið sem er allir nota í F8. Svo alltaf einhvað. Mér finnst það svolítið reyðblöðilegt að ég ákvað að gera allt annað miklu notað.
Þannig að Vaffers JTF sem Já. Ég get keypt að það einstaklega í vélina átt og það er ekki að keyra með bara þetta fór sem verkkontról og það fíkjar yfir í hinn og virkur alveg en leiða mig. Svo þetta fór líka frá sama framlegandi, þetta með klukkuna. Get séð allt sem það er að sjá, logbókina, alls konar resursa, veist allt. Það er hann þráðlaust tengd stöðum. Já, það er Wi-Fi í stöðunni. Já. Og að ná tengja og við erum díkótað Morse, tekjum faxi, það er reitt í þessu Basic King, A4S, Stórskan TV. Það meira virkar, við erum búin að prófa það og ekki að það. Og það getur kallað sæfandi og eftir eins og bara þess allt það er. Við getum meira að segja það sko. Það getur við. Og CW sambandi sem tókst við mig, þá fórstu þarna í þetta menju og... Þannig að hún gerir þetta sko. Það var kvótavirkjun Já. í sumar fyrir 14. ágúst. Nei, það var sérna. Kannski ekki, en mér minni það. Jú, það er rétt það. Það er alveg rétt. Ég sagði örugglega sótavirkjun en ég myndi på það. Já. Svo er þetta líka svona aðverðnin, þetta kom aðverðin síðan fyrir GC Íslandi. Það kemur það þessu lit, það er líka nákvæmlega sama við öðrum fórtum. Þannig að ef það líkar ekki hinn fórtum, þá myndi ég skoða þetta. Það kostaði eitthvað. Mér finnst það bara síðan eitthvað. Þetta virkar líka í iPadinum, þetta virkar í iPhone-unum. Saman við náttúrulega þetta virkar allt ekki gert allt. Þannig að stundum er maður bara heima á VPN sinna skrifstofu og fer lengi sér í þessu. Veistu hvað þetta gerir á Linux eða? Nei, ger ekki Linux. Windows væntanlega? Nei, Ekki Windows. Ekki Windows. þetta er bara iOS, held ég. Það er alveg ákveðlega stabílt og bara virkar svo. Það er bara að vera að byrja að kalla það, það er stýtum að sitja og hún sér brundur. Hvað spurningar? Það er gert á mjög flott. Til þess að gera betur en þú í vorleikunum næst, hvað þarf maður að gera? Keyra mjög mikið. Keyra meira. Sá sem safnar flestum QSO-unum, hann vinnur ekki. TF2 MSN til dæmis var með langflest QSO-un en það var ekkert mjög ólega þannig. Það þarf að safna margfaldar líka. Til þess þarftu að fara á stjórn. Var fjöldi margfaldara hjá þér að fjöldi svæða var óvenju hár og ekki 8-10 svæði? 8 svæði. 8 stórleika, það er algjört met sko. Það er ekki gert þetta Nei. svo 17 skipti sem þetta hefur haldið. En aldrei svo lengst. Þessi leiðin sem fór var ekkert random sko. Ég var alveg búinn að stúdera hvaða leið ég ætla að fara til þess að ná því. Það er alltaf flöskull sem það er svo uppsetning.
En ef þú ætlar að eyða 3 tímum í uppsetningu þá takkar hann. Já. Þú getur Hver- þarft að vera. Hver notaði 3 tíma? Ég maður ekki, ég las í einhverjum blöðum hérna. Ég notaði einu sinni 3 tíma sko. Já. Það var ég með það var á útileikum haustið. Já. Og það var krossdípólar tveir í 2 stöngum. Það tók sko 3 tíma. Það gerði ég aldrei aftur. Nei, nákvæmlega. Þetta var svo fjarskiptastu? Maður verður líka alveg búinn á því, sko, ef maður þarf að setja svona mikið upp, sko. Já. Og 6 tímunar eru erfiðir sko, það býða. Já. Það er svona. Þetta eru sko, þú veist, maður er, þú veist, það eru allar sólarhringir að gera eitthvað. Það getur aldrei virka allan tíma. Það klárar alla, svolítið býða, spila aftur stað. Þannig að líka samt líka passa að klára ekki alltaf, eiga einhver eftir. Þannig að þegar þú þarft að hoppa yfir línur, maður þarf að stúdera líka. Passa að taka ekki alveg alla, þannig að þú geta krossa línuna á hana saman. Svo gætur þú mistað þeim, það er beitt að þreif. Og svo þetta er náttúrulega að þekkja vel í hverju svæði hvar þú kemst á góðan stað. Er svona friðsalt á 14 megarónum? Nei, það er bara ekki tjúnað einu þar. Ok, lúpan er hérna bakvið. Hún er eins frábæri á mér. Þetta er nú bara mýrarlækja sko. Það er nú sko rosalega. Nákvæmt, svona þetta er hérna. Já. Þurftir eiginlega að hafa þetta á gír. Já, eiginlega. Það er gaman að sjá þetta. Maður sé svona lúpur en að sjá þetta í aksjón, þetta er gaman sko. Það getur bara komið að prófa þetta, sko. Hún er alveg, þú veist, við vorum pælið að nota sér að geta styrkt þessu. Ég held að það sé rosalega erfitt, sko. Þetta er Þú voru að hafa bara 110 gírun eða eitthvað. Það er svona meira, sko. Þetta er svo svakalega fínt. Það er ekkert vandamál, sko. Loftur til dæmis, hann er búinn að leysa það allt. Hann er með í public domain bara græður til þess að stýra þessu. Já, ok. Og sko, það sem hann segir að sé aðal fítur sem við að fjárstýra þessu, það er að þú reyðir ekki sko resonansunum í lúkunni við það að vera alveg upp við hann. Já. Og þetta var í burtu. Já. Því að því er ekki að stilla og svo lappar ekki komið ekki að fá og allt er komið í. Nei, maður sér það alveg, sko. Prófað að færa innri hringinn nær ytterhringnum. Hvað er? Eða bara alveg upp við hann. Alveg upp við hann. Svo með heldur í þetta og hreyfist þetta. Já, þetta er spennubönd, það næði ekki alveg setja á. Það er auðvitað veist, það er ekkert endilega skipt með svaklega mjög hvernig hann er snúið og lagið á hann virðist ekki skipta það miklu máli heldur. Velkomið þessu orðið líka. Þannig að smíða þetta sjálfur eða þetta. Nei, ég keypti hana. Þetta var special made for. Það er T3 11. Þegar þú googlar hann þá finnur þú alveg bommum á lúku sem er alveg lengi í þegar. Og það vantar manni þéttirinn. Já, það var þetta. Ég held að þeir hafi leist það líka. Þetta er svona grúpa sko, þeir létu bara stansa plötur og vandinni sá sko að plöturna þurfa að vera nú á nátt hver frá annari. Það er svo háspenna sem getur myndast þarna og það getur auðvitað nestað í þessum venjulegu þáttum sko. Já, það skiptir líka marg hvernig það er lægið, þú veist. Þegar endarnir koma, það er ekki svona. Á hvaða tíðni er þessi lúpa best? Hún er besta 20 minnir. Eða 20 minnir er besti, þeir eru með næja alltaf þar. Hvað er stór gettur í þessu? Ekki ekki mynd. Þetta er alltaf. Það er 140-50. Miklu menn. Já. Þetta er svona. Bíkó. En tekur ekkert pláss að við hættu hvað sem er. Það er mjög stöfnur. Tjekkaði líka á mjög stöfnur og tjekkaði líka á því sko, því ég sendi 10 vöttum. Maður að meta þetta glukkanum hlýðan svo ég næði að tegja mig hérna.
hvort það væri hættulegt en það er einu sem þetta snúin þannig að Eyra með sig hér, í þessa stefnu. Því hún er dauð. Hún er dauð alveg í gegn. Já. Þetta virkar sem bara stefnum við nett, sko, það er svo, Já, í þessu eins og plani. miðanett. Já, svona planvirk. Já. Veistu hvað það gefur upp við mikið á? 35 vött. Já, þú svo mikið. Þetta ekki eftir þéttin. Það er spennið bóla á mig. Þannig að til þess að gera betur en þú á næstu leikum þá er langbest fyrir menn að elta þig bara. Já, það var fínt að hafa björn. Alltaf nú taka svo fram úr. Þannig að við erum hérna inni, hvað eru margir hérna, 10 manns eða svo, þannig að öll strollan getur girt. Það er sko, núna er stór breyting af því að við erum komin með endurfall fyrir norðan. Núna riðlast allar strategíur. En hvað með valaðiðina? Er hún að koma inn aftur? Vitið þið það? Hún á að koma inn, sko. Það Já. var planið. En hvenær Það verður kannski ekki alveg strax tengd, ég held að eiga að fara að setja upp endurvarpari, hann verður kannski ekki strax tengdur við hinn. Svo alltaf, veist, eru aðri staðir þar sem er búin að vera og Hvaða reglur gilda endurvarp? vegalengdin í endurvarpum. Eða vegalengdin í endurvarpum eða vegalengdin í mannin. Hvort sem er styttra. Svo sem stýrður. Eitt sem ég aldrei alveg á reynu er skiptir máli hvað endurvarp maður velur sem endurvarp sem maður er að kalla í. Ná, maður á bara að velja þann sem maður notar. Þann sem er lengst í burtu. En ef hinn notar ekki sama og þau eru linkaðir. Þá getur það vegalendin, á honum getur það vegalendin í endurvarpi sem hann notar. Það er til þess að við skálavellið. Það þér getur vegalendin í endurvarpi sem þú notar. Ég held að ég var að minnst að fullt að stíða þessu. Ég var stundum að kalla það í skálvöld sem er lengra en skráður Já. bláfell, sko. Já, það er að gera skráða þetta á þann sem að... En búrfellið er langt flottast endurvarpið. Það er enda þráinn, Já, ég hef ekki prófað hann neitt. hann er alveg ótrúlegur. Ég talaði hann að Whisky Delta. Þú varst að því líka. Þú varst í Kerlingafjöld þá. Já, ég var komið norðan í Kellingur, við vorum hérna undir Lóðundur. Já. Það var í glimrandi saman. Það er náttúrulega spurning hvort þetta samband ná ekki að byrja á Vatnajökli. Ég held að náist um það glettilega við þessu endurvarp. Já. Gæti náttúrulega að sprengja svolítið, sko. Það er lyftir aðeins upp fyrir fjöllinu að það komi einn metar. Hann gæti mögulega nást með þessi á bláfellinu, sko, það er alveg það. Já. En hann er ótrúlegur. En magnaðan komið merkilega alveg í mýri. Já, ég heyrði í honum. Ég var á leiðinni suður, helgjanum settir í gang, og ég heyrði í honum alveg bara að Akranesi. Já, varstu þá helgina? Þarf þú ekki að spyrja alla hérna inni, Jón Atli, að því hvort þeir ætla ekki að keppa við í næstu leikjum. Já, það er sko, Þetta er bara áskorun. já, sko, það eru nokkri gamlir kallar þarna sem hafa alltaf verið að vinna, sko, við þurfum að taka það. Það var maður undir þetta að Það er með að, nei, við erum með það nokkru góða, sko, sem kunnið alveg, sko. En nú breytist það, nú hefur við séns. Og þá þýðir ekkert að fara í fílustrákar, sko. Það þýðir ekki. Nei, og við kunnum eftir átta líka, svona sem þeir kunn ekki, og getum notað FM-i, og nei, hérna á Appavætti og allt. Það kemur þarna svolítið element inn. Það er að gera með þess að vera að segja að þó með náu kannski fyrst saman á bláfellinu með eitthvað, það þarf ekki að taka samband þegar. Það er að prófa hann að endurvarpa sem gefur mér á. Já, já. Það er ekki að eyða sambandinu í... Já, eða beint samband. Það má líka, það er alltaf til við. Það er bara hitt saman, við móttum að endurvarpa og svo beint. Já, já. En þú getur ekki tekið 2 endurvarpa í sama tíma. En DMR, það ég er ekki ánægð með það. Það horfið upp í Úrsveit. Já. Og ég var ekki varfið það yfir niðurna. Hvað þóði ég okkur austur?
ég er hér sko, þannig að... En það ég veit að það er fínt söður eftir. Já. Og kannski upp á Akranes og upp í Borgarfjörð, ég veit það ekki. Það var horfið í Mosesveitinni. Það var fleiri. Já, það verða bara fleiri. Eða betur staðsettir. Já. Ég er rosalega hrifinn af því, það er svínvirkað og það er eiginlega ótrúlegt apparat sko líka. Já, það er mjög sniður sko. En við erum hálf einmann að þarna, sem erum þarna. Eiginlega ég og Einar Já. og Pír. Ég hef búin að prófa að kalla okkur sem við, þú svarar mér aldrei. Það Það er bara eitthvað persónulegt að ég. Nei, alls ekki, ég elsku drengurinn. Þú verður að reyna nokkuð sem náði. Já. Ég hef einmitt gett, þetta hvort ekki í gangi sko. Það er það. Svo var einn endurspil hvað kom í gang í dag, það var Harald. Nú? Ég næði lyklanum hafnaverðinu. Það er á ÖHF. Það er bara ekki heitt eins og tala við, þannig að ég er ekki hvað það. Hvað er það endorfi? Hann er bara heima hjá hann. Það var þannig að sitja hann einhvers staðar. Já, það bráði að byrja sko, hann er bara vinni í þessu. Það var eitthvað annað. Hann er að prófa. Ég prófaði hann í morgun, þá fór ég að náða mér í Jaki og Beintalmann, þá heyrði ég bara eitthvað svona digital mótin í hann. Þannig að ég slökti á hann. Ég gæti sko heyrt í Ara en hann gæti ekki heyrt í mér. Ég gæti hann líkt svona. Já. Er það hækkombúnað eða hvað er þetta að gera? Ég veit ekkert sko. Ég klára ekki eins og að lesa fréttina. Það er búin að koma sér í gang. Þú lest hana, þá veistu mig ekki. Það var alltaf setjum við stöður fyrir að hafa sig. Það hafði þetta búið að koma að fréttum. Já, koma á Facebook og Íra síðan. En við Einar, við erum áttið svona orðin hálf heimóttalegir og hjárunlegir hægt að þeirra rólast. Það sé ekki ljós. Afbragðsering, svona allir. Mjög flott. Óskapurinn setur alveg sögur undan þessu. Það er bara orðlaus. Orðlaus. Næsta stórvirkja þessu sviði er náttúrulega vorleikarnir sem eru fyrir mæ og alltaf gott veður og líka gott radioveður og síðan er það sumarleikarnir sem er fyrstu helgin í júlí. Er búið að festa þessa tíma? Er búið að ákvæða þessa tíma? Þetta er vantilega alveg klárið tímar vorið og sumar. Ég skil þetta þannig að það sé eftir að ákvæða þessa tíma. Alltilega, Vor og sumar eru ákvæða. Ég held að það fyrir að ræða það. Þú erum við bötta niður sér hann. Þess vegna eru sumurinn að ákvæða eitthvað að tala um mig. Já, það er nú líður það ekkert. Það var eitthvað hugmyndum að fyrsta helgin í maður og fyrsta helgin í júli. Já, eins og það síðast. Það var eitthvað, vorum að reyna að koma því á. Látum smáatriði vera hér, Einar, býttu bara rólegur, þú hefur það þín tíma setna. En það sem ég ætlaði að segja er að maður kannski skora á við Jón Atli að þegar það nálgast þennan tíma þegar það ekki rast. Þá myndur við kannski koma hér aftur í pontu og halda smá bakningaræð. Já. Ég vil ekki segja strategíu það en hinta hana. Já, það hinta hana sko. Og þá getum við hinnir hérna staðið betur en áður og reynda að standa upp í hárunu eins og ég kynnti held ég að síðasta mánudegi á Íra námskeiðinu og þú þessi þrjótur þeirra Asíu og þetta er sagt með jákvæðum formi. Sko, við skulum þakka hana fyrir og